Jæja, komið þið sæl og blessuð og góðan daginn. Klukkan 9, sunnudagsmorgni. Ég á leiðinni í bæinn að hitta félaga í ljósmyndaklúbbnum Fókus. Og hugmyndin að fara upp í Grafningshrepp, þannig að suðurendan á Þingvallavatni. Og þar ætlum við að eyða deginum og taka myndir í dag. Veðrið nú ekkert spes. Það lágskýjað, þoka á köflum, rigningar úði. Allavega hérna. Ég veit ekkert hvernig það verður upp frá. Það þannig að oftast þegar ég fer út að mynda, fer svona dagstúra, þá ég ekki með neitt plan. Ég bara fer eitthvað. Og ég kem alltaf heim með eitthvað myndefni. Það klikkar aldrei. Stundum fer ég með eitthvað plan. Þá kannski planið að ná ákveðinni mynd á ákveðnum stað í ákveðinni birtu. Og í það fáu skipti sem ég hef gert það, þá hefur það bara tekist. Kannski ekkert endilega alveg últra vel, en alltaf fengið birtuna sem ég ætlaði mér að fá. Eða oftast, já. En það verður gaman að sjá í dag hvort að ég komi heim með eitthvað. Því það ekki sól, það ekki blár himinn, en hver vill fá bláan himinn? Við höfum engan áhuga á því að fá bláan himinn. En þarna verða væntanlega nokkrir fleiri fókusfélagar. Þannig að vonandi kem ég heim með eitthvað skemmtilegt vídeóefni handa ykkur. Þið fáið að skreppa með minni einn dagstúr allavega. Það verður gaman að því. Vannbúnaði og taka upp dótið. Taka einhverja ljósmyndir. Hvernig væri það? Það var komin á fyrsta staðinn. Kaldarnes eða eitthvað. Það hérna einn félagi sem býr hérna út í sveit, rétt við Þingvelli. Það sýna ykkur hérna aðeins í kring. Og það allir að koma hérna. Það að bíða eftir fleirum. Þetta svona spennandi. Það komnir nokkri bílar hérna, en fleiri á leiðinni. Þannig að hér kennir ýmsan grasan, skal ég segja ykkur. Hér verið að höggva við. Hérna fann ég flott myndefni. Það svona könglar á grein. Ég kom hérna í smá svona skólendi. Og ég sjá hvort ég geti náð þessu. Myndavélina. Skulum sjá, það allt á manual, F11, 1200 stíg hraða, svona, ef þetta tekst vel, þá fáum við að sjá myndina núna. Það rjúpa einhverstaðar hérna, einhverstaðar þarna, ég heyri í henni. Athugað hvort ég finn ekki kvikindið. Ég búinn að finna hana. Hún hana. Situr hana. Ég skal ná þér. Það var að reyna
koma að staðinni. Það dugar ekkert minna en þetta núna. Það eru nefnilega nokkur gæfar, þessar blessuðu rjúpur. Það eru ekkert svo slæmar. Það eru ekkert mikið að hræðast. Þarna ertu. Ó, darling. Ó, darling. Ó, yes. Náði. Góðu skotti. Skulum reyna að fara aðeins nær. Aðeins nær. Hversu vör er hún sig? Kemur sér nú vel að vera með góða myndavél núna. Ójá. Þarna ertu vinur. Þarna ertu sko. Ó, hún fór ekki langt. Hvert fór hún? Ekki svona langt. Ég er búinn að labba þetta upp á fjall til að ná þér. Hún flög lengst niður í dal. Ja. Þvílík partybomba. Settist hún á túnið fyrir fram að bæinn. Jesús minn. Það finnum við bara aðra. En ég náði góða myndum og skelli upp einni hérna núna. Gjörðu svo vel. Hérna held ég að geta verið myndefni sko. Ég er ekki frá því. Ég ætla að testa þetta. Svona gera lat til ljósmyndar. Það bara leggjast bara niður einhvers staðar. Ég get svo svarið. Svona, það er svo þægur. Svona, þetta tekur tíma sko. Allt tekur sinn tíma. Já, hóla. Rosa flott ef ég næði nú hrafninum þarna frá hann. Það var alveg últra sko. Dýrip. Svona, betra að kveikt á myndavélinni. Það er alltaf betra að hafa kveikt á myndavélunum. Það gefur betri raun. Svona. Já, þetta er svolítið skemmtilegur klettur hérna. Já. Það var að ramma þetta allt rétt inn sko. Það má ekkert klikka. Svona. Hvernig lítur þetta út? Svona, ef ég næ nú hröfnunum hérna. Það var aðeinslegt. Helvíti. Ljós himinn. En hann er góður samt. Þarna erum við þetta sko. Heyrðu, nú vantar bara hrafna. Hvar eru þeir? Komið. Hvar eru hrafnar þegar manni vantar hrafna? Maður fær aldrei það sem maður óskar. Bara passi ykkur á því. Ég ætla samt að taka eina mynd til öryggis. Bara samt testa þetta. Það voru 2 hrafnar að fljúga henni yfir og með henni stillt upp. Nú eru þeir farnir. Alltaf svona. Komið. Leiði ég fer, þá koma þær. Alveg bóttið. En ég náði rjúpunni. Það var fyrir mestu. Svo rétt eftir rjúpan kom, þá komu 5 aðrar.
Vantar mig bara 2 hrafna. Þarna kemur hann. Yes. Ekki svo langt. Það fór aðeins svo langt. Sko, maður bíður nú lengi. Já. Hvar er? Þetta vist þolinmæðisvinna. Já. Hvað er það? Þarna. Já, komdu nú hérna inn í myndina mína. Þeir eru þarna, sko, ég veit það. Ekki vera þarna bak við trén. Komdu hingað. Já. Já, svara. Það svaraði. Komdu þarna. Krumma raskat. Komdu þarna, krummi minn. Og krúkkaðu í eyrun mín. Krummi krúkkar úti, kallar ránarnarinn. Hann fann höfuð á hrúti. Koma svo, koma svo, koma svo. Koma til pappa, kom til pappa. Steppstafströð, undarvarartröð, stríð, veggtröð, nema steppið að stríð. Þetta er ekki að vera sig. Fuck you! Fuck. Þegar við komum hérna, það var alveg blíðskapað veður, algjört logn, spegilslétting á vatni. Það er aðeins farið að blása núna á okkur hérna. En það er allt í lagi. Nú er ég búinn með útimyndatökur, ég ætla að fara hérna einhvers staðar inn og sjá hvort ég finn ekki eitthvað sníðugt abstrakt. Jæja, þá er dagurinn búinn. Það var nú ekki hægt að mynda mikið í þessari ferð því að ég var svo umkringdur fólki og ég kann ekki við að vera að blaðra hérna með myndavél þegar ég er fullt af fólki í kringum mig. Þannig að það er allt svona. Það er kannski best að gera svona þegar maður er einn. Enginn að trufla. En við enduðum túrinn á því að fara í grafnings... Hvað heitir það? Grafningin. Já, grafningin. Stoppuðum þar nokkrum stöðum og það var orðið svolítið svona lélegur himinn og súld og ekkert spennandi ljósmyndaveður. Tók einhverja smá myndir þar. En svo var bara að drifa sig í bæinn. Það kannski býr maður til betra myndband seinna. Þannig að nú ætlum ég að fara heim í sturtu. Það var næs.